Þá það jólabækurnar. Hún komin hingað Guðrún Karítas Garðarsdóttir, verslunarstjóri hjá Emilsson á Akureyri með 2 fulla poka af bókum. Velkomin. Takk. Annar fullur af ljóðabókum. Já, mér langaði bara, ég greip með mér, ég týndi þær að borðinu áðan og hérna... Hvað að vera? Ljóðskáldin eru bara að meika það, held ég. Heldur það? Nei, ég menn allan að þetta alltaf, þau allan hafa þörf fyrir að koma sér frá sér. Já. Það rosalega mikil útgáfa í ljóðabókum. Það er bara gaman. Hefurðu lesið eitthvað þessu? Nei, já, nú eftir að gera það. Já, svona gluggaði eins og við segjum, að gera það nú oft. Já, gluggaði í, aðeins og... En það náttúrulega eru þarna bækur sem búið að tala töluvert um. Já, Bubbi hérna einhvers staðar í bunkanum. Já, sunnudagsbíltúrinn þarna. Já. Sjón hérna með og Aðalsteinn Ásberg hérna með þýðingar. Já, þetta náttúrulega... Þannig að þetta alveg, já. Þetta topp fólk. Þetta topp fólk og svo eru nýjir líka inn á milli. Já, en þú sem bóksali, selst þetta? Já, ljóðabókin líka kannski svolítið þannig að hún getur verið að mjattlast út svo lengi og einhvern veginn eins og hún hafi, hvað ég segja, þessi bók, hún verður kannski ekki eins lúin þó hún hafi komið út fyrir 4 árum. Nei, hefur kannski lengri líftíma. Já. Ég myndi, það er svona mín tilfinning, Já, svo fara tónlistamenn að glugga í þetta eftir einhver ár, búa til lög við þetta og þannig, þannig að þetta kannski endist. Já, það endast, ég myndi segja endist betur. Og ég veist að ljóðabók myndi endist betur upp í hillu hjá manni heldur en einhver aðrar sem maður kannski skiptir út fyrir nýrri. Já. Heyrðu, svo eftir með 4 bækur hérna, ertu búin að lesa þær allar? Já, ég er búin að lesa þær. Úps, er þetta skylda sem verslunarstjóri að lesa? Nei. Hefurðu áhuga á bókum? Já. Ég hef alltaf haft áhuga á bókum. Hér Jón Gnarr í feitri bók. Já, og náttúrulega umdeild bók. Já, en það er búið að tala töluvert mikið um hana. Búið að tala mikið um hana og margir óánægðir og... Hún upp á yfir 380 síður. Já. Smátt letur. En hún hélt mér alveg, Mér fannst þetta er góð bók, en ég bara, og það kannski að því að það búið að fjallast mikið um hana, ég ákvað bara að taka hann ekkert of alvarlega. Já. Og hann náttúrulega kemur með þessa sín á Dvölin og Núpi, hvað sem að það sé skáldaði kringu það eða ekki. Já. En ég held bara að tíðarandinn þarna á þessum árum, þetta var bara, þekkingin var ekki eins og hún er orðin í dag. Þú veist, það getur vel verið að hafa verið vondur matur þarna eins og náttúrulega maður á úlinga og það er oft bara mjög vondur matur. Maður heldur bara að börnin séu stödd á slæmu stað, í kvöldmáttatímanum heima. En þannig að maður svona kannski, En börn og unglingar eru nú matfönd? Já, og þarna alltaf hópar úlingum og þau heldur meina að það hefur verið skemmtur matur og eitthvað svona. En ég veit ekki og það hefur kannski ekki verið mikið svona atlæti eða þarna voru þau bara svolítið komin og eins og væri svolítið í geymslu, Áttu bara að vera þarna? Já, áttu bara að vera þarna. Áttu þau að læra? Já, þau áttu að læra. Voru þau látin læra eða? Nei, það var kannski ekki alveg, það var erfitt að tjónka við allavega þessum hópi eins og Jón lýsir. En það er svolítið fyndið, Jón stakk upp á við foreldra sína og langaði fyrir heimaskóla. Og hann var þá bara, hann langaði bara að fara á Laugavatn, eða skóa eða eitthvað svona nær, hann hefði heyrt að það hefði verið rosa gaman. En þau gripu þetta á lofti og senda hann á Núp. Ekki hægt að senda hann lengra. Þannig að þarna bara voru þau og bara snjóuði kaf og kafa lýsti, hvernig var kafa allar milli húsa svo þau getur farið frá heimavistinni yfir í skólahúsið og annars að verða úti. Hann hefur haft gott að þessu. Ég held það. Berfættur í skónum og... En hvað nær þetta langt aftur eða langt fram? Þetta nær bara til, hann er komin aftur til Reykjavíkur og þetta nær bara, ég veit ekki hvort sé hann 20 eitthvað í lókbókarinnar, Og hann náttúrulega var óttalega latur og nefndi engu og var áhugalaus og bara svona vissi ekkert mikið, Og hann nefndi heldur ekkert að vita mikið, held ég. Myndin líka, hún segir náttúrulega alveg gríðarlega mikið. Þessi mynd af kappanum hérna. Ég er samt svo ánægð með það, hann skildi enda sem borgarstjóri, ég las það og ég hugsaði bara, hann var borgarstjóri, það er svo stórkostlegt og það er einhvern veginn eiga allir séns. Ég er með svolítið skilabóð, Já, þetta er svona pínlítið ameríski draumur. Já, ekki alveg Þú ert ánægð með þessa bók? Mér finnst það góð, En þú segir, þú tekur hann ekki alvarlega? Nei, ég kann vel við Jón Gnarr, ég til í þeim hópi, mér finnst það flottur og mér finnst það flott. Ég kaus hann sem borgarstjóra, það var í maí kosningarnar, svo flutti ég hingað í júní. Þannig að
mitt lokaverkefni í Reykjavík hérna var að kjósa hann. Já. Og ég á mjög ánægð með minn borgarstjóra, því þetta náttúrulega eru okkar borgarstjórar þó við búum hér. Já, sjálfsögðu. Það er bara þannig. En þessi bók er svolítið öðruvísi. Já. Brynhildur Georgía Björnsson. Já, hún Hildi. Sko mín upplifun og ég veit ekkert hvort það sé rétt, að þetta er svolítið svar ættingjana við Kona við 1000 gráður eftir Hallgrím Helga. Já, sem á allir tölverðu fjadrafólki. Já, og þau voru ekki sátt við og ég heldur sé ekki sátt við að setja upp sýningu í Þjóðleikhúsinu og þetta allt sko. En ævi þessara konu er náttúrulega bara ótrúleg sko. Já. Og sko þó svo að Aminn og Afi hafi búið á Bessastöðum, Afinn er náttúrulega Sveinn Björnsson og fyrsti forseti. Að það, og hún leit mikið upp til þeirra og var talsvert hjá þeim, en hún var svolítið sko, hún var að þvælast ein í Evrópu sko þegar seinni heimsstyrjöldin var skollin á því hún átti að vera hjá pappa sínum og... Er hún þá ekki bara unglingur? Jú, þá er hún bara unglingur sko. Já. Ekki 14 ára. En þegar hún lest í gegnum þessa bók, sko, maður náttúrulega sér þá og finnur að þessi kona hefur lifað mjög sérstöku lífi. Já, mjög sérstöku og átti bara mjög erfitt líf sko. Mjög erfitt líf. Já. En hún, einhvern veginn ekkert sem stoppaði hana, hún giftist 5 sinnum, hún eignaðist 5 börn, en hún var ekkert mikið endilega með börni sín, sko. Nei. Og hún reyndist en erfitt, hún misti 2 börn og þetta var svona, það markaði svolítið, sko, líf hennar með hinum börnunum. Já, en var hún samt í sambandi við þau? Já, það fjaraði svolítið út þessum tíma og hún flutti til Þýskalands og bjóð þar með óreglumanni og var alls ekki gott líf, sko. En eftir hún kemur hingað, hvað er hún lengi hér á landi? Ég man ekki alveg sko hversu mörg ár það eru en hún bjó hérna í skúr í Reykjavík og hún bara var mjög glöð þar sko. Það var allt sem hún vildi hafa. Hún var í heilmiklu samskiptum við fólk allan heim, mikið málumannskja. Hún var að kenna tungumál. Hún var það. Já. Þannig að hún svona, og Hallgrímur bara kynnist henni og það kemur fram í bókinni að hann er að safna atkvæðum fyrir Samfylkinguna eitthvað álíka. Og hittir hana bara? Hringir hann bara að hringja í fólk og hringir í þessa konu og hún til í spjallið sko. Já. Þannig típa náttúrulega og hérna er mjög hnittin og sko mikill húmor í þessari konu og margt í þessari bók sem ég vil ekkert segja, ég vil ekki eyðileggja að því maður stundur skellir upp úr sko, hún uppátækjasöm. Jóngnar upp á 380 síður, sko maður náttúrulega kannski að meta bækur eftir síðufjölda, en þetta er sko svona lítil snoturbók, eins og maður segir. Já. En með tölverðu efni? Já, mikið efni og ég kendi svolítið í brjóstum hana. Þetta var, maður fekk svona smá sting í hjartað svona þegar bókin var búin. Já, er það? Já. Ég mæli með henni, hún er hérna... Já, heyrðu, en svo er það sá sem átti afmæli held ég í gær. Nú átti hann afmæli í gær. Gunni Helga, 50. Já. Og að skrifa barnabók, Mamma klikk. Já. Og svo? Já, sko, þetta er hressileg bók. Og hérna, og ég svolítið tók titilinn til mín. En ég er satt ekki að klikka á þessi kona. En þarna, ég þykir nú stundum að vera skrítin heima. En, já, skemmtileg bók og ég hugsa hann nái alveg til krakkana. Á hann ekki einhvern ákveðin hóp, svona ákveðin aldur sem að kaupa þetta? Jú, ég myndi segja, jú. Og eins og með fótboltabækurnar hans, þar er hann að ná til beggja kynja. Já. Og þarna heldur hann því áfram. Og þarna, já. Það eyðilega aðeins fyrir mér í þessari bók og ég hélt reyndar í upphafið að væri skilaboð einhvers staðar seinni í bókinni en það var svolítið svona áhersla á fatamerki. Úps. Já. Mér varst það svolítið leiðilegt. Ég sem foreldri og þeim að veita sko það er stór hópur barna í þessu þjóðfélagi sem maður getur ekki eignast það sem þeim virkilega langar í og maður veit að í skólunum það er verið að flokka sko. Já. Þau flokka sjálf, krakkarnir. Að þarna var mikil áhersla á dýrmerki. Og ég vonaði að það væri skilaboð seinni í bókinni en það var ekki, þannig að ég var pínu leið. Þórdís Gísladóttir. Æðislega, þetta eru uppáhaldsbækurnar mínar. Randalín, Mundi og Afturgangurnar. Þetta er bók númer 3 Randalín og Munda. Já. Og ég var mjög glöð núna þegar ég sá að Randalín og Mundi voru að koma út að bjarga jólunum mínum. Já, er það? Já, hún er æðisleg. Já. Og ég las þessa bók í gær og þau, Randalín er frá Akureyri en hún býr hjá pappa sínum í Reykjavík. Já. Og hún kemur norður í þessari bók. Randalín hafði búið með mömmu sinni á Akureyri? Já. Hún nefnilega þurfti að flytja til pappa sinns að því mamma er að vinna í London. Já. Þannig hún er tímabundin hjá pappa sínum. En þær koma hingað og í Eyjafirðinum og dvelja greinilega hérna inn í Hrafnagilsskóla. Nú? Já, í jólafríinu. Já, þannig að
Hún ætti að vera vinsæl á þessum slóðum allavega, en hún skemmtileg. Já, þetta bara svo skemmtilegi krakkar, uppátækjasöm, þau eru æðisleg. Heyrðu, svo það sko Dóttir skáldsins. Já, þetta bókin. Stóri skjálfti? Já. Mikið rætt hana? Já. Hún hélt mér frá fyrstu blaðsíðu þessi bók og ég sleppti henni ekki. Ég hef heyrt sko auglýsingar, ég hef ekki lesið þetta. Nei. En ég búin að heyra auglýsingar hana að það í rauninni mjög spennandi. Já, hún ótrúlega góð. Já. Þetta fjallar unga konu sem að ranka við sér eftir stórt flog og svo fær hún nokkur flog í viðbót sko. Já. Og hún missi minnið en hún svo smátt og koma tilbaka sko. Og hún áttar sig á aðstæðanum og svo þetta svolítið fjölskyldusaga líka. En hún hélt mér algjörlega þessi bók og ég vil bara sem minn segja hvernig sko, já, af því, já. Ég hugsaði bara, já, ok, ég búin að lesa bók jólana núna. Já, það var svolítið svoleiðis. Já. En hvernig umsögn hefur hún fengið? Góðar umsagnir, já. Og Auður snjöll? Hún rosalega góð, já. Ég mjög hrifin af Auði, sko, og þessi bók hún alveg bara stóðst alla væntingar og meira en það, sko. En ekki gríðarlega fjöldi bóka sem að koma út? Jú, fullt af bóka sem svo ánægilegt að því við megum ekki, við megum alveg gleyma því, en síðust áramót náttúrulega hækkaði virðisaukin á bókum. Já. En það stoppar ekki í útgáfinni. Það bara æðislegt, það heilmikið af bókum. Frábær bókajól. Það var einhver umræða daginn sko bókina og lesbrettið og allt þetta. Já. Bókin lifir. Bókin lifir. Forlagið samt allra að vera með tilraun, núna jólin að gefa bækurnar út svona jafn óðum, einhverja bækur. Nýju bækurnar beint inn á í þessi lesbretti. Þannig að hún getur keypt hana rafrænt líka. Þannig að vera gaman að sjá hvernig það verður, sko. Hvað kostar rafræn bók? Rafræn bók ekkert, já. Hvað kostar svona bók? Bara í þessi flokkur? Þessi bók svona bækur slaga upp í 6.000 krónur rúmlega, sko. Já, þetta það mikið núna. Bækur orðin dýrar, já. Rafræn bók, hún rúmlega 3.000 sennilega, eitthvað svoleiðis, íslensk, já. Þannig að, já. Maður þarf ekki að bretti? Já. Já. Kaupa það. Lesbretti. Já, og bókin, og hvaða rétt færðu þegar þú borgar og kaupi bók? Þú bara átt bókina í brettinu, sko. Já, maður á bara bókina? Já. Þannig að þú getur lánað brettið? Þú getur lánað brettið, já. Eru brettið seld? Brettið, þau voru seld hjá okkur, þau fóru lítið, sko. Áttu brettið? Nei, ég á ekki brettið. Þú bara vilt hafa bók? Já. Lest í rúminu? Já. Ég vil bók, ég hugsa ég verði meira og minna alltaf með bók. Ég nú að segja, sko, fyrir mann á mínum aldri, mér finnst þetta letur alveg rosalega smá. Já, við þurfum hengleirun okkar. Ég með svoleiðis. En ég byrja alltaf líka á því að finna lyktin á bókunum. Það líka partur af þessu, sko. Það alveg rétt. Þannig að þú lítur bara björtum augum fram á við í jólabókaflóðið? Já. Eða má kalla þetta jólabókaflóð eða hvað kalla þetta eitthvað annað? Jú, þetta ekki alltaf jólabókaflóð? Jú. En það góð útgáfa þessi jól. Það bara sýnir að við eigum fullt af færu fólki. Rosalega. Heilmikið, sko. Guðrún Karítas, takk fyrir. Sömuleiðis.